Árni, þú segir frá því í ævisöguðinni að þú hefur alist upp í plássi þar sem var ekki mikið menning og þar hafi verið náttúruleysi. En Keflavík þótti á þessum árum ekkert sérstakur menningarstaður. Það hefur svona frekar litið niður á Keflavík. Já, og það var ort að nývísur þetta. En þetta var auðvitað eins og öll önnur lítil pláss í heiminum. Það pláss þar fyrir eiginlega allan heiminn, einhvern veginn, í manngerðum og öll mögulegu. En svo auðvitað, þegar ég fæddist þarna, að þá er að byrja þessi skólavæðing. Áður fóru eiginlega enginn í skóla úr sína plássum, en við bræðurnir, við vorum með þeim fyrstu sem að gerðu það. En ég er að reyna að hafa þessa bók dálítið öðruvísi lagin en margar endurminningar, þannig ég er ekki mjög mikið að fást við æskuna, heldur reyna að sýna öllum æviskeiðum sóma, líka ævintýrunni að vera gamall og listinni að vera gamall og halda höfði. En hvernig stóð svo á því að þú fórst til Sovétríkjanna? Það var af pólitískum áhuga og líka tungumála áhuga. Ég vildi var tíma til að læra latínu og grísku í háskóla, en kennarinn minn, hann ráðlaði mér að prófa að verða fyrsti Íslendingur til að læra rússnesku í Moskvu. Og það gerði ég, og ég kem þarna á mjög skemmtilegum tíma rétt eftir dauða Stalins og læra reyna í bókinni að gera grein fyrir því hvernig það var að reyna átt að sjá heiminn sem var allt öðruvísi heldur en heimurinn sem ég hafði þekkt. Og síðan líka þessu, hvers konar freisting Sovétkommúnismi var og hvað varð þessa freistingu. En það er svolítið merkilegt að þarna kynnistur Lenu, konuðinni, og kemst þar í tengsl við rússneska gyðinga sem áttu alltaf undir högg að sækja. Já, það hafði mjög mikil áhrif á mig. Þetta fólk var ekki trúað eða þess háttar, en þetta var svona menningagyðingar og og síðan bjó tengdamóðir mín hjá okkur til æviloka seinna, þegar að tengdaföður minn dó. Og þetta var allt mjög merkilegt að komast í svona mikið návígi við þennan minnihluta í heiminum. Og sömuleiðis þegar ég hef verið að velta fyrir mig trúmálum og síðan skrifa heila bókum glímuna við Guð og reyndar heilan kafla þarna í bókinni, að þá hef ég alltaf í huga þessa ákveðna hefði í gyðingdómi að deila við drottinn, að taka hann ekki endilega sem einhvern sem að heimtar auðmýkt, heldur allt frá Mósi reynir menn að standa upp í hárana á honum og rekja hans röksemdir með eigin röksemdum. En það er svolítið merkilegt með því að þú sósíalistinn, að maður hefur alltaf fundið í skrifuðinum og þú nefnir það, þessa trúarþörf. Og það tengist líka við annað sem var svona það sem tók við af trúbenskunnar, og það var trúin á bókmyndirnar. Það var svona eins og að frelsast til nýs fagnaðarerindis, og ég reyna að gera þetta grein fyrir því í bókinni hvernig bókmyndir, hver þýðingarmiklar þær voru og hvað mikið menn trúðu á þeirra afl og áhrifamátt bæði á Íslandi og í Rússlandi af mismunandi ástæðum, skilur við. Þetta var tími sem er liðinn og kemur kannski líklega ekki aftur, en þetta var mjög merkilegt að lifa þennan tíma þegar bókmyndirnar eru svona leiðtogi lífsins, eða einhver skáld eru leiðtogi lífsins og einhver svona veraldleg kirkja. Þú talar heilmikið Halldór Laxness og Þórberg og Jóhannes og Kötlum og það má segja að þú sést bókmenntadýrkandi. Já, geysilega bókmenntadýrkandi, það er alveg frá því ég var í þessum heimlistaskólum, þá hafði ég ekki myndir af poppstjörnum heldur af Strindberg og Voltaire og Halldóri Laxness eða eitthvað á veggjónum. Og bókmenntirnir eru svo nauðsynlegt fyrir mann sem er að velta mikið þeim stjórnmálum fyrir sér, vegna þess að skáldsagan er bara samfelldur kúrs í því að setja sig í annarra spor, skilur við, og átta sig á því að maður verður að virða forsendur annarra, skilur við.
Annar maður sem ég langar að nefna, það hinn frægi og alræmdi hommi Þórður Sigtryggsson. Já, hann var gagnmerkur maður og ég skrifaði stóran kafla hann og fleiri homma á Íslandi og þetta dálítið tengt líka áhuga mínum á bara stöðu minnihluta sem ég undir högg að sækja. Og þegar ég fer að hugsa það, þá hef ég nú umgengist stórhættulegt fólk að margar áliti, alka og homma, rússa og komma og júða og alls konar fólk sem ekki hátt skrifað hjá mörgum. Svo varstu lengi blaðamaður og ritstjóri á Þjóðviljanum og þetta var á tíma þegar menn veigruðu sér ekki við að skrifa mikla langkunda í blöð. En þetta er líka verið að gera upp við sósíalismann og fleira. Já, blaðamennska var þetta alltaf öðruvísi og hún var mikið tengd þessum sterku átökum milli hægri og vinstri, milli tvenns konar heimssýnar, getur við sagt. Ég reyndi að gera grein fyrir því hvernig það var að vera að skrifa blað sem var alltaf í minnihluta, alltaf að skrifa alltaf gegn straumi, alltaf gegn meirihluta viðhorfum. Menn hafa margir skammað þennan tíma vegna þess að þá voru blöðin tengt pólitískum flokkum, en ég held að það sé eftirsjá á honum að því leyti til að menn voru að reyna að halda á lofti einhverjum öðrum valkostum, en ekki eiginlega gefa það frá sér að það veri til einhverjir pólitíski valkostir eins og varði í tísku til dæmis á markasíkju árum og útrásarárum, skilurðu. Mér finnst nú á þessari bók að þú sést alltaf og ennþá að reyna að skilja heiminn. Ég held að þú notir í þessa setningu að skilja heiminn. Já, ég reyni að hugsa þessa bók þannig að ég sé náttúrulega verið persónulegur og tengdu við lifandi fólk og persónur eins og ég get. En leið að vera að segja í gegnum þessa reynslu vissa stórsögum, það hvað gerðist á þessum merkilega tíma. Að vísu sagði tengdamóðir mín heitin að það hefði verið gömul bölvun í hennar umhverfi í gyðinglugu þorpi í Rússlandi að segja megir þú lifa á interessant tímum. Og það gerði ég og ég sé náttúrulega ekkert eftir því.